Hann var forngrískur heimspekingur, trúarleiðtogi og stærðfræðingur. Því að það svolítið skemmtilegt að í gamla daga þá var stærðfræði flokkuð með heimspeki. En þessi Pýþagóras, hann setti fram reglu sem nefnd í höfuðið á honum, Pýþagórasarreglan, og hún gríðarlega mikilvæg í stærðfræði og þið eigið eftir að nota hana mikið. Fyrst hérna nokkur atriði sem ég vil fara í. Þessi regla, hún gildir bara rétthyrnda þríhyrninga. Það þýðir að eitt hornið verður að vera 90 gráður. Því að annars náttúrulega þríhyrningurinn ekki rétthyrndur. Og þetta þýðir að við getum bara nota regluna á þríhyrninga sem með 90 gráðu horn. Og hér ég að teikna þríhyrning sem einmitt með 90 gráðu horn. Þá það þannig að hliðin sem á móti 90 gráðu horninu, hún heitir langhlið. Því að það lengsta hliðin í þríhyrningum. Hinar hliðirnar, þær eru skammhliðar. Þær eru tvær. Skammur þýðir stuttur og þið hafa kannski heyrt einhvern tímann talað að eitthvað gerist í skamma stund. Það vegna þess að skammur stuttur. Ok, og þetta mikilvægt. Það mikilvægt að vita að það ein langhlið, það eru tvær skammhliðar og það alltaf eitt horn 90 gráður og langhliðin beint á móti gula 90 gráðu horninu og hún hérna frá bara gul. En Pýþagórasarreglan, hún hljómar svona. Langhlið, gula hliðin, í öðru veldi jafnt og skammhliðar í öðru veldi lagðar saman. Ég semst að tala það að langhliðin, hún í öðru veldi, þannig að það kemur veldi á hana. Jafnt og, það þá sama sem, skammhliðarnar líka í öðru veldi og svo þær lagðar saman, það þýðir plús. Og á stærðfræði táknmálinu þá gerum við þetta svona. Ef að langhliðin okkar heitir C, getur náttúrulega heitið hvað sem en við veljum að kalla hana C, og skammhliðarnar heita A og B, að þá lítur reglan út svona. Langhlið, sú gula, í öðru veldi jafnt og sama sem skammhliðarnar í öðru veldi, það myndi þá vera hvíta skammhliðin í öðru veldi og rauða skammhliðin í öðru veldi. Þessar skammhliðar eru lagðar saman. Þetta Pýþagórasarreglan. Og það skiptir máli að langhliðin, hún heitir ekkert endilega alltaf C, en við litum hana gula og það sem þarf að vera alveg á hreinu að langhliðin hliðin sem á móti 90 gráðu horninu. Stundum heitir langhliðin A og stundum heitir hún eitthvað allt annað, en í þessari reglu segjum við bara hún gul. Og nú langar mig að tala svona stærðfræði þrennu. Þið vitið alveg að ef 7 2 + 5, þá getum við sagt að 2 7 - 5 og 5 7 - 2. Á sama hátt að þá getum við umritað þessa reglu þannig að við sjáum að ef að gula hliðin í öðru veldi hvíta plús rauða í öðru, og þá getum við hugsað að gula hliðin svona þá eins og 7 ef þetta væri munstur. Og ef við viljum vita hvað hvíta hliðin, þá myndum við segja að það þá gula hliðin mínus þessi rauða. Og ef við þurfum að finna rauðu hliðina, þá væri það gula hliðin mínus þessi hvíta. Skrifum þetta upp og auðvitað glemdi ég að gera annað veldi hérna, svona. Sjáum við hvernig það lítur þá út. Að við semst getum fundið gulhliðin í öðru veldi með því að setja hvíta í öðru pluss rauða í öðru. Við getum fundið hvítu hliðina í öðru veldi með því að segja gula í öðru mínus rauða í öðru og svo á sama hátt getum við fundið rauðu í öðru veldi, gula mínus hvíta.
En við viljum náttúrulega vita hvað hliðarnar eru langar og ég mun taka sýnidæmi en áhyggjur. En ég ætla aðeins að tala um annað veldi. Annað veldi er eins og ef við segjum að 2 í öðru veldi, það þýðir í rauninni að 2 er bara margfaldað við sjálft sig. 3 í öðru veldi er þá líka bara 3 sinnum 3. Við erum að margfalda sömu töluna tvisvar sinnum. 4 í öðru, 4 sinnum 4. 5 í öðru, 5 sinnum 5. Til þess að fara aftur á bak og ef við sjáum að einhver tala til dæmis 25 og við viljum vita hvaða tölu byrjum við með, við viljum finna þetta gula, að þá þurfum við að vita að annað veldi og kvadratrót eru andhverfur. Þannig ef ég tek kvadratrótina af 25, þá fæ ég út það sem ég byrjaði með, 5. Og þá veit ég að 5 í öðru gefur mér 25. Því að kvadratrótin af 25 er 5. Og ég sýni ykkur í reiknivélina eftir hvernig við reiknum þetta. En annað veldi og kvadratrót eru andhverfur og það er mikilvægt. Andhverfur sem þið þekkið nú þegar, það væri þá eins og plús og mínus því það er öfugt við hvort annað og margföldun og deiling. Þetta eru andhverfur, eitthvað sem er öfugt. Þannig ef ég veit að C í öðru er allt þetta, A í öðru pluss B í öðru, þá get ég fundið C með því að taka bara kvadratrótina af því sem er hægra megin við strikið. Og nú gef ég ykkur þessar formúlur bara sér svona núna, vegna þess að það er ekkert endilega þannig að allir séu búnir að læra að leysa jöfnur. Og þess vegna ætla ég bara að gefa ykkur formúlurnar nákvæmlega eins og þær eru. Þeir sem eru búnir að læra að leysa jöfnur og þeir skilja af hverju við gerum þetta svona. Kannski skilja þið það bara samt, jáfnvel þó að þið kunni ekki leysa jöfnur, bara með því að hugsa að ef ég veit að segjum að rauða hliðin sé 4 í öðru og ég vil vita þá og svo er eitthvað hérna C í öðru mínus A í öðru, ef ég vil vita þá hvað er þetta rauða, að þá tek ég kvadratrót, já, ok, þetta var kjánlegt. Segjum að 4 í öðru er 16 og mér langar að finna út hvaða tölu setti ég annað veldi, að þá ger ég kvadratrótin af 16 og reiknivélin gefur mér 4. Þannig alveg eins og ef ég veit að C í öðru er þetta hérna, að þá tek ég kvadratrótina af öllu þessu til þess að finna C. Og ekki hafa áhyggjur þó að þið skiljið þetta ekki alveg botn, en þetta eru reglurnar sem að þið geti notað til þess að leysa Pýþagórasar dæmi. Og nú skulum við gera dæmi. Hér er ég búin að teikna þríhyrning og ég sé að 90 gráðu hornið mitt er hérna. Það sem ég byrja þá á því að finna, ég þarf að finna langhliðina. Ég þarf að finna sem sagt gulu hliðina sem er beint á móti 90 gráðu horninu og ég sé að gula hliðin mín er 30. Síðan má ég bara alveg ráða hvort að skamhliðarnar er önnur er rauð og hin er hvít og það skiptir ekki í rauninni máli hvor er hvor, en það skiptir bara máli hvaða hlið er gul. Og ég á að finna þessa hvítu og til þess að finna þessa hvítu sem heitir núna x í þessum þríhyrningi, þá á ég að gera kvadratrótin af gula í öðru veldi mínus rauða í öðru veldi og þetta slægi inn í reiknivél. Þannig að semst sjáu þið, ég ætla að finna þessa hvítu, þá ger ég risastóra kvadratrót og svo skrifa ég inn í hana gula hliðin í öðru veldi, það var 30, mínus rauða hliðin í öðru veldi, það var 18.
Og svo fer ég inn á Desmos því að það er uppáhalds reiknivélin mín og ég ætla að gera sérst kvadratrótin af, þá geri ég annarkvort SQRT, þá birtist hún, og gula í öðru mínus rauða í öðru, ég fæ 24, eða að ég fer hérna í lyklaborðið sem er alveg neðst í vinstra horninu, það sést ekki á þessum skjá, en þegar ég smelli á lyklaborðið þá kemur upp hérna og þarna getur maður fundið kvadratrót og bara smellt á það og samt kvadratrót og svo getur maður smellt á, maður getur kannski sett hérna A í öðru, þá myndi ég skrifa 30 og smetla svo á hérna A í öðru og þá kemur það annarveldi og svo skrifa ég mínus, hann er líka hérna á þessu lyklaborði og svo skrifa ég 18 og smetli á annarveldi. Þetta lærist auðvitað bara smátt og smátt og kannski þið með betri reiknivél en mér finnst þessi bara svo góða því ég sé alltaf bara beint á skjánum hvað ég var að gera og það minnkar líkurnar á því að ég geri klöfuvillu. Þannig að það var komið hérna að hliðin, hvíta hliðin er 24. Þannig alveg sama hvernig þríhyrninga þið eru að vinna með eða hvað þið eigið að finna. Þið byrjið alltaf á því að tékka hvar er gula hliðin mín. Og svo skoðið þið hvað er það sem ég átt að finna. Hérna átti maður að finna þetta gula og þá gerið þið náttúrulega rauða mínus, hvíta pluss rauða. Og hér átti maður að finna þessa hlið hérna, hún er hvít, þá gerir maður gula mínus rauða. Þannig að þetta er bara spurning að byrja að reikna, æfa sig. Þessar reglur þarf að glósa alveg hreint, mjög nákvæmlega og með þessari skýringamynd hér. Svo heyrið bara í mér ef þið landið í vandræðum. Svona.